Gulhálsar, við ætlum að halda áfram í Flétturásum, kafla 4 og við ætlum að fara í hönnunarferli. Við ætlum að fara að skoða það hvernig við getum á kerfisbundinn hátt búið til einfaldar flétturásir. Og eins og ég sagði, þetta er hægt að gera á kerfisbundinn hátt, en væntanlega þegar við byrjum byrjum að hanna einhverja flétturás, þá þurfum við alltaf að byrja frá einhverju markmiði eða einhverju lýsingu, og hún getur verið skriflega eða munnlega eða svo framhætti göttunum, en við þurfum auðvitað að gera okkur grein fyrir hvað rásinn últimately á að gera. Og við skulum sjá hvort ég get ekki kópera þetta svona. Eins og ég sagði, þá er þetta að fara kerfisbundna leið. Til þess að hanna og koma upp einföldum flétturásum, og það fyrsta sem við þurfum að gera er að skilja hvað rásin á að gera, og þannig að við þurfum að fá einhverja lýsingu, við þurfum að gera okkur grein fyrir hvað við erum últimately að búa til. Og þegar við erum búin að því, þá getum við ákveðið magn inn- og útgangar sem við þurfum í þessa viðkomandi rás, og við gefum svo hverjum inn- og útgangi í rauninni sitt merki eða sinn staf. Og þegar að því loknu, þá útbúum við sannleikstöflu, og þessi sannleikstöfla mun þá sýna sambandið á milli inn- og útgangana, og svo eftir því að þá drögum við út jöfnuna sem við viljum og einföldum hana eins og við viljum, eins og mögulegt er, og svo teiknum við rásina og sannrinum, þá annarkvort bara handvirkt á skematískinu eða þá í tölvu. Og þetta er eiginlega bara best lýst með einhverju dæmi, þannig að ég ætla að taka 2 dæmi, eitt stutt og eitt töluvert lengra og flóknara. Og fyrsta dæmið sem ég langar að taka til þess að reyna að útskýra þetta kerfisbundna hönnunarferli er bara einföldur binary samlíkingarás. Þannig að við eigum að hanna, ég fá þetta bara hérna á, skrifa þetta upp, stíga svona, hannið flétturás sem leggur saman 2 binary tölur, svona. Og áður en við byrjum núna þegar við byrjum þá skulum við fara bara fyrst að skrifa hvaða rásin að gera. Hún á að taka saman 2 binary tölur og leggja það saman og þá væntanlega skilja einhverju summu. Og við erum með 2 binary tölur, og þar sem hver binary tala getur þá væntanlega tekna 0 eða 1. Og við skulum fara bara ítarlega í þetta og skoða alla mögulega scenarios sem við getum lent í. Þannig að við getum verið með töluna 0 ef að binary tala tala 1, táknum hana bara með A, og svo binary tala 2 og látum hana heita B. Þannig að við sjáum það væntanlega að A getur verið 0 eða 1, og sömuleiðis auðvitað B getur verið 0 eða 1. Þannig að við höfum verið 4 mismunandi scenarios. Þannig að við fáum 0 plus 0, það er væntanlega 0, og 0 plus 1, það er 1, 1 plus 0, það er 1, og svo í lokin fáum við þegar A og B eru báðir 1, 1 plus 1, og það verður væntanlega 2 sem á binary er 1 og 0. Þannig að út frá þessu hér, þá sjáum við strax að útgangar að þeir þurfa að vera 2. Þegar við þurfum 2 útgangar til að geta táknað tölu 1 og svo auðvitað tölu 2. Og skulum við halda það áfram og skulum gefa, hvað er þetta að gera hérna? Við getum lagað þetta svona, og við höfum gefið, við skulum gera þetta skipulagt. Við skulum fá núna 2 innganga, og þeir eru A
og B. Og við erum einnig með 2 útganga til að geta táknað töluna 2 sem er 1, 0. Við erum 2 útganga. Og hvað er þessi útgang að gera? Þeir að skila okkur einhverju summu, þannig að við slum skýra bara 1 S fyrir summu og svo hinn C fyrir carry, og ástæðan fyrir því verður ljós seinna meir. Þetta er í rauninni carry biti. En nóg það, við slum halda áfram og við slum fara í skref 2, útbúa sannleikstöflu sem sýnir sambandi á milli þessara inn- og útganga. Þannig að við fáum inngangana A og B og birtum upp alla mögulega stöður sem þeir geta haft. Þeir geta haft 0, 0, 0, 1, 1, 0 og 1, 1. Og svo erum við með C og við erum með S. Þannig að þá er ekkert annað en að tengja í rauninni samhengið á milli inn- og útgangana. Og hérna erum við inngang A og B og taka saman 0 pluss 0 og það hlýtur að vera bara 0. 0 pluss 1, að það er bara 1 og við fáum engan hérna í carryin framan á. 1 pluss 0, að það er líka 1. Fáum 0 hérna í carry hér. En 1 pluss 1 sem eru 2 og er þá binary 1, 0. Þá kemur 1 í carryin og svo 0 hérna í summuna. Þannig að við erum með 0, 1, 1 og svo hérna 2 hérna í endan, ef þetta er á desimal. Og þá er ekkert annað að gera en að draga í rauninni bara þær upplýsingar sem við þurfum út úr þessari töflu hér. Og við sjáum það að ef við byrjum á að taka S, S er þá þessi hérna og þessi hér. Þannig að það er ekki A, B pluss þessi hérna og þessi hér. Sem þá A, ekki B. Og svo tökum við, skiptum við lit hérna, svona. Svo tökum við C og hann er 1 þá því aðeins að báðir hérna í rauninni eru high. Þannig að við fáum bara A og B. Og sjá það að þetta hérna, þessi hérna 2 liðar þeir mynda XOR, þannig að þetta mætti tákna líka væntanlega með XOR liði. En við skulum teikna upp myndina eins og hún, þess að rásina, teikna þessar hérna 2 búlíunjöfnur upp í rás og við fáum þá A hérna, B, A, B, svo annað andlið, það er A og ekki B. Svona. Og þetta er þá S og fáum svo C, það er bara A andað við B og vinna C. Þannig að þá er bara þessi rás komin. Þetta er sem sagt rás sem leggur saman 2 binary tölu og skilar okkur út niðurstöðum hérna í S og C. Við skulum teikna hana upp líka með þessu XOR lið hérna. Fáum þá svona og svo C hérna niðri. Þetta er þá S og C og A og B. Töluvert einfaldari teikning. Og við munum kynast þessari rás mikið síðast, en þetta er auðvitað kallaður half adder og er í rauninni bara standard flétturásar eining og skoðum þetta síðar. En við skulum rúlla við hvað við höfum gert hérna. Við vildum hanna rás sem leggur saman 2 binary tölur. Við byrjum á því að ákveða í rauninni magn af inn- og útgöngum. Við erum með 2 tölur, þannig að það segir sjálft að við þurfum 2
innganga fyrir tvo innganga fyrir þessar tvær tölur og þar sem að við getum farið alveg upp í 2 í binary ef við leggjum þessar saman og 2 í binary 1-0 og við þurfum þá væntanlega 2 útganga til að tákna allar mögulega niðurstöður af þessum tveimur. Þannig að við erum með 2 innganga og 2 útganga. Tókum þetta saman í sannleikstöflu sem sýnir í rauninni samband á milli einu útgangana. Drógum þar upplýsingar sem við þurftum úr sannleikstöflunni, byggum til búleanjöfnur og teiknum svo upp rásina hér og svo gátum við stytt þarna í rauninni ennþá meira hérna með því að skipta þessum lið hér út bara fyrir eitt XOR hlið.